Já, takk fyrir. Ég ætla hérna að fjalla gagnagrunn almenna fjarskiptakerfa sem við köllum GAF hjá Póst- og fjarskiptastofnun. Nú liggur fyrir stefna stjórnvalda varðandi fjarskipti á Íslandi, bæði til lengri tíma, til þá 2033 og styttri áætlun til 5 ára frá 2019 til 2023. Og í stefnu stjórnvalda kemur meðal annars fram að stjórnvöld skuli hafa skjalfestar upplýsingar alla fjarskiptainnviði. Einnig kemur fram að stjórnvöld eiga að birta gögn fjarskiptainnviði til þess að auðvelda og stuðla að hagkvæmri nýtingu fyrirliggjandi innviða, þá að teknu tilliti til öryggissjónarmiða. Núna á árinu munu ganga í gildi lög hagkvæma uppbyggingu háhraðaneta og þar gert ráð fyrir að ráðherra geti samið reglugerð birtingu og afhendingu á gögnunum sem ræðir. Stjórnvöld hafa lagt áherslu á að greina þörfina á næstu kynslóð farneta sem er 5G, sem býður upp á ennþá meiri hraða heldur en farnet bjóða upp á í dag. Og stefnan er að Ísland verði í forystusæti meðal þjóða þegar kemur að uppbyggingu 5G og þá einkum að skoða þetta í samhengi við samgöngur og tækniþróun eins og hún er fyrir séð. Í því samhengi var þetta að sjá fyrir sér að hægt var að nýta gagnagrunninn til að meta útbreiðslu á slíkum netum. Það er fyrir séð að það muni vera þörf fyrir fleiri senda heldur en áður hefur verið þörf á fyrir farnet, þar sem að notast við aðra tíðni. Og það væri hægt að setja til dæmis gögnum útbreiðslu eins og hún væri þá metin með vissar forsendur í samhengi við gögn til dæmis vegi. Þá er ég að hugsa sjálfkeyrandi bíla í því samhengi eða grönu gögnum staði sem að talin er þörf á að tengja við slík farnet. Núna áramótin þá gengu í gildi lög sem að heimila Póst- og fjarskiptastofnun að afla frekari gagna og vinna og setja þetta líka skyldur á stofnunina varðandi slíka vinnslu. Hér hef ég útlistað hvernig við erum að nýta GAF og sjáum fyrir okkur að nýta GAF og þetta byggir á heimildunum sem að ég var að tala GAF býður upp á að hafa yfirlit yfir fjarskiptainnviði landsins á einum stað og þá er hvergi annar staðar hægt að fá slíkt yfirlit. Gagnagrunnurinn býður upp á skipulag samnýtingar, framkvæmdaveitu og innviðafyrirtækjar og svo lagningu ljósleiðara. Hvað sem ég talaði að það eru auðvitað að ganga í gildi núna lög á árinu sem að leggja meira áherslu á þetta. Hægt er að skoða stöðu fjarskipta eftir sveitarfélögum, akvegum, ferðamannastöðum og svo framvegis. Þetta er það sem vilja er fyrir að skoða. Og hægt er að kortleggja fjarskiptainnviði á svæðum sem eru talin líklegri til að verða fyrir náttúruvá. Þá er hægt að
skoða svæði eins og við Kötlu eða í Öræfasveit. Nú nýlega skoðum við svæði kringum Grindavík, fjarskipta innviði á því svæði, og þá er hægt að skoða í því samhengi gögnum náttúruvá, þá hvar slíkar vár hafa átt sér stað í fortíðinni, svo til dæmis hvernig hefur hraun runnið eða hvar hafa orðið jarðskjálftar í fortíðin, þar sem það eru auknar líkur á að hraun myndi renna eftir sama farvegi og að jarðskjálftar eigi sér stað á sama eða svipuðum stöðum. Og einnig er hægt að gera spár hvar líkur séu á að til dæmis jökulflóð myndi renna, skoða það í samhengi við fjarskiptainnviði. Gagnagrunnurinn hefur verið notað til þess að styðja við úttekt á öryggi fjarskiptainnviða, og fyrirséð er að gera meira úr því, og verið er að skoða það svona með aðstoð fjarskiptafélagana líka, svona hvernig útfærsluna því myndi best verið háttað. Gagnagrunninn má nota til þess að skoða markaðsbrest, sem sagt hvaða staðir fá ekki fjarskiptaþjónustu á markaðslegum forskundum eins og lögheimili eða atvinnuhúsnæði eða einhver viss svæði. Gögnin geta aðstoðað stjórnvöld við að forgangsraða og taka upplýstar ákvarðanir þegar kemur á fjarskiptum, og jafnvel meta síðan í framhaldinu eftir því sem að tekst að ná slíkum markmiðum, hvort að endurskoða þurfi stefnu. Hægt er að nota grunninn til þess að afmarka kvaðir á fjarskiptafélögin eins og alþjónustu kvaðir. Á Mílu hefur verið alþjónustu kvöð, sem að þýðir að Míla skuli tengja lögheimili við net af vissum gæðum, að því gefnu að það verður ekki mikill kostnaður í því. En nú er verið að skoða að afmarka þetta svona eftir landsvæðum, og verið að gera það. Og einnig er hægt að gera markaðsgreiningar þá eftir svæðum, skoða fjarskiptamarkaðina þannig. Við höfum verið að framkvæma mælingar á tengingum við farnet og birta slíkar mælingar, og einnig hefur við sóst eftir gögnum frá fjarskiptafélögum fyrir slíkar mælingar og birt, og væntanlega eitthvað fleira. Já, gögnin í gagnagrunnum er gagnlegt að skoða í samhengi við önnur gögn, eins og grunngögnum Ísland, eins og til dæmis sveitafélög og afmörkun byggðakjarna eða dreifbýlis, gögnum lögheimili og atvinnuhúsnæði, svona gögnum vegi, til dæmis hvar verða slys, hvar er mesta umferðin, náttúruvásvæði eins og ég talaði áðan, afmörkun ferðamannastaða eins og hægt er að afmarka slík svæði, og umferð slíka staði, og hafa gögn frá ferðamannastofu fyrir það, og fleiri gögn sem að gagnlegt er að skoða í samhengi við gögnum fjarskipti, skoða hlutina svona í samhengi. Núna við lítum svo á að nú sé komin upp þróunarútgáfa af gagnagrunnum, og hægt sé að nú er auðvitað hægt að gera ýmsa tölfræðivinnslu og gera svona ýmiss konar bara svara ýmsum fyrirspurnum með stuttum fyrirvara, og eins og ég lýsti fyrir áðan þá er komin upp vefsjá fyrir tiltekin gögn.
Í framhaldinu sjáum við fyrir okkur að uppfæra frekar rekstrarumhverfi GAF og skjalaverklag vegna öflunar gagna og umgengni við gögnin og ákvörðunum frekari þróun á gagnagrunnum mun vera tekin í samráði við hagaðila. Við erum að nýta ýmis forrit til að vinna með gögnin. Við erum að nota Postgres gagnagrunn með PostGIS viðbót til þess að vinna staðbundin gögn og Navigat til að vinna ýmsa tölfræði úr grunnum. Við erum að nota bæði QGIS og ArcGIS sem eru landupplýsingakerfi til þess að birta gögn myndrænt og einnig hægt að vinna ýmsar tölfræðiupplýsingar í þessum forritum. Við erum að nýta miðlunarhugbúnaðinn GeoServer til þess að miðla gögnum úr gagnagrunnum og í vefsjá og við erum að nýta bæði OpenLayers og ArcGIS Online til að miðla gögnum. Það OpenLayers innan hús hjá okkur og ArcGIS Online utan hús. En við sjáum fyrir okkur að fara meira yfir í OpenLayers og almennt bara meira yfir í opin hugbúnað. Það hægt að birta gögnin sem við vinnum með á ýmsan hátt. Þarna ég búin að taka saman myndir. Ein þeirra sýnir töflu sem ég að vinna með sem að sýnir þá kannski einhvern vissan stað og hvaða tengingar eru í boði á viðkomandi stað. Og þetta þá einhver tafla sem ég búin að tengja saman með einhvers konar auðkenni með gögnum frá fjarskiptafélögunum og þjóðskrá. Og þá hægt að birta þessa töflu í rauninni, til dæmis í punktaformi og þarna ég að síða aðgengi að háhraða tengingu. Þá hægt að nota eitthvað svona mismunandi liti fyrir hvort að tenging sé möguleg eða ekki. Svo ég með aðra mynd þarna efst í hægra horninu, þar sem ég búin að setja gögnin inn í reiti. Og það getur verið svona þægilega að skoða í vissri fjarlægð og svo þegar þú ert komin í annan skala sem ert í það mikill í fjarlægð að þú myndir kannski ekki sjá slíka reiti eða búnta vel, þá kannski betra að birta þetta öðruvísi eins og myndin þarna beint fyrir neðan sem að sýnir þá ég búin að taka frá dreifbýli og byggðakjarna innan sveitarfélaga og skoða hlutfall þeirra sem að eiga kost á háhraða tengingu eins og hægt að skilgreina innan þessara svæða. Hérna ég með þessi sömu gögn voru fyrir klæðinu nema hvað þessi gögn eru nýrri en hinn. Þarna ég búin að taka saman þau gögn sem eru fyrirliggjandi í dag hjá stofnuninni. Þá þetta blanda af gögnum frá fjarskiptafélögunum og svo gögnum lögheimili frá þjóðskrá. Og þarna dreifbýlið tekið frá sérstaklega og svo byggðakjarnar eins og landmælingar hafa afmarkað byggðakjarna. En allar þessar forsendur hafa þetta áhrif á hvernig gögnum birtast og líka auðvitað hægt að birta þetta á ýmsa vegu eins og skipta öðruvísi hlutföllum og svo leiðis. Það var svona að segja við þessa sögu og þetta verður að skiljast af vissan hátt, þar eins og ég segi þetta að setja fram á ýmsa vegu. Hérna erum við að skoða þetta aðeins meira nálægð og þá sjáum við byggðakjarnana líka.
Þarna sjáum við að stundum dreifbýlið betur tengt við ljósleiðara og meðan á öðrum stöðum eru byggðakjarnir betur tengdir. Já, við hjá stofnuninni getum aðstofað við uppbyggingu fjarskiptaneta, til dæmis með því að upplýsa hvernig hægt var að nýta til dæmis jarðvegsframkvæmdir annarra aðila til þess að fá að leggja þá ljósleiðara á sama tíma, eða hvar eru fjarskiptainnviðir nú þegar til að hægt sé að samnýta slíka innviði. Á myndina handa fyrir neðan þá ég semst að sýna gögn sem að mannveitan hvar talið var líklegt að ég leggja ætti ljósleiðara í framtíðinni. Þá ég búin að taka frá ljósleiðara sem búið að leggja nú þegar og skoðað í samhengi við gögn frá RARIK áætlanir varðandi hvar á að fara í jarðvegsframkvæmdir og leggja raflínur. Og svona hvar sé þá líklegt að væri mögulega hægt að leggja þá á sama tíma. Ég ætla að fá að sýna ykkur líka kort sem að sýnir stöðuna á fjarskiptum á Suðurnessi, þar sem að stjórnvöld þurfa að geta sýnt fram á að staða á svæðum hafi verið á vissan hátt svo að réttlæta megi styrki til þess að bæta fjarskiptin. Nú ég ekki viss hvernig ég á að ýta á linkin hérna. Get ég fengið ykkur aðstoð við það? Já, takk. Gengur þetta eitthvað erfiðlega? Nei, ok. Þá bara stými við og já. Hérna erum við sem sagt að sjá það sem við köllum Next Generation Networks eða næstu kynslóða net, bæði þá í dreifbýli og svo byggðakjörnum á þessu svæði, og það sem sagt ljósleiðari og ljósnet. Það þá bara net sem eru bjóða upp á 30 megabæt á sekundi í niðurhali og þegar maður færir sig nær þá birtast reitir sem að sýna stöðuna og þar sem ég ekki að vinna ekki með músuna sjálf, þá get ég kannski ekki alveg farið í allt en það hægt að velja sérst lögun á kortið og sýna útbreiðslu 3G og 4G og GSM og staðsetningu sem sagt hvað myndum maður segja, svona veitustaða á þessu svæði og senda svona, þú veist, án þess að það sé eitthvað nákvæmt. En já, kannski við förum bara í næstu glæru. Ok. Nú get ég ekki ýtt á næstu glæru. Ok. Já. Já. Það eru mögulega einhverjir staðir á landinu sem að teljast ekki vera
fýsilegir uppbyggingastæðir svona út frá sjónarhóli fjarskiptafélagana. Þar geta stjórnvöld stigið inn og til dæmis eins og þegar kemur að því að úthlita tíðnum. Árið 2017 þá sem sagt létum við fylgja þá vissum tíðnum að það væri skylda til þess að byggja upp einhverja senda á vissum stöðum. Og ég var semst beðin um að skoða útbreiðslu farneta í samhengi við ferðamannastaði og vegi sérstaklega. Þessi mynd þarna, hún sýnir sem sagt hérna í ljósbláu útbreiðslu 3G þá fyrir öll fjarskiptafélögin. Hérna eru gögn sem að sýna legu akvega frá Vegagerðinni og tölurnar hérna við sýna sem sagt umferð vegina á dag á vissu ári. Dag sem sagt að meðaltali á vissu ári. Þannig að við getum svona séð hversu reglulega farið vissa staði. Þetta er ekki fjölfarnasti staðurinn á landinu. Hérna eru ferðamannastaðir sem að í þessu tilfelli hafa verið afmarkaðir af mannviti. Það er auðvitað ekkert að segja að allur staðurinn sé eins fjölfarinn, en við erum ekki með gögn sem stendur sem sýna nákvæmlega hvar fólk er helst. Maður getur nú ímyndað sér að einna best var að nýta gögn frá fjarskiptafélögunum til þess að skoða það, og ég veit að það hefur verið gert í sumum löndum. Það væri mjög áhugavert að fá slík gögn, en eðlilega þykir það viðkvæm gögn. Hérna hef ég sem sagt sett, þetta er nú bara svona einhverjar einarmúrsmyndir hjá okkur, sko, við hefum geta byrst þetta eitthvað fallara, þetta er sem sagt prósentan hérna, og það er sem sagt 4,4% af aðspurðum ferðamönnum, þess að þetta byggir á gögnum frá ferðamannastofu sem að hafa farið á viðkomandi ferðamannastað. Og svo erum við með hérna gönguleiðir eins og þær hafa verið þetta eru bara gögn gönguleiðir, og þá hefur þá verið ákveðið hvað leiðir verið að velja hérna af mannviti. Við erum líka með hérna sendana og glittir hérna í einhvern fannetsendi hérna, en þetta er bara GSM-sendir, þannig að það næst ekki mikil útbreiðsla á þessu stóra svæði hérna á 3G. En það var nátt ímyndað sér að væri hægt að setja hérna sendi sem myndir ná að sé stórt svæði, þótt að sé ekki kannski það fjölfarnasta. Og það hefur verið gert í dag. Hérna er ég að blanda saman gögnum bílslys frá 2017 til 2012 og þar sem er ekkert talsímasamband. Já, ok, ég held ég hef nú lagað þetta, afsakið. Smá tímulega segið hjá manni, fyrst afsökunum þessu. En þetta er sem sagt gögn sem eru ný. Og það var sem sagt, já, gögn frá Vegagerðinni bílslys og hvar er ekki talsímasamband meðan við gögn í dag útbreiðslu. Og þú veist, þetta eru þá staðir sem ég er að hugsa að væri þá þörf væntanlega á því að geta komist í talsímasamband. Og svo erum við að framræða þetta einhverja tölfræði út úr þessu, og þetta eru gögn sem við ætlum að birta á tölfræðimælaborði og hérna er verið að vinna að nú þegar. Sem sagt að búa til þetta tölfræðimælaborð og þessi gögn munu vera birt þar fyrir áramóti núna og eftirleiðis verða þau birt á hálfsársfresti.
annars þakka ég bara fyrir mig.